ekki að fara að tegja neinu með mér. Herri, en það 5. lóðan sem komin live í loftið, MS Skjálftæki. Býta aðeins. And where? Herri, við erum í beinni útsendingu á YouTube, eins og það allt eins og á að vera. Herru, kæri MMA ádáðandi og parta ádáðandi nær og fjær. Það 5. lóðan sem heilsar ykkur á fallegum mánudegi. Mikil keyrsla þessa helgina og gott partí í míningarnum. Já, það svona skýtsamilegt partí. Já, endaði nú alveg þett setið og það byrjaði svona nokkur rúlega. Já, menn voru að mæta svona, sjá síðustu 3 partana. Já, og litla veislan sem við fengum þegar Motta og Kó. Já, Motta og Satikov maður. Já. Þeir fengur líka bara allan bónusspenningin sem var í boði. Þú veist, þeir fengur báðir performance bónus og báðir fyrir Fight of the Night. Já. Þannig bara allir bónusspenningin sem var í boði, fór bara byrði þeirra. Svo voru einhverjum sem komið til að horfa á Aron Frans. Já, það var misskilningur. Já, það var nokkuð misskilningur. En annars bara mjög gaman að setjast niður og margir að tippa. Já. Og ég heyrði að það var einhver í salnum sko, sem hafði farið eftir stælunum mínum. Já. Og var eitthvað, þetta er lent. Og eitthvað svona, og við nú svo eitthvað, já, fara og sagði, takk fyrir gæðin þarna. Og hann eitthvað, nei. Það var mikið stöðning. Ég held að þetta geti orðið skemmtilegt. Já, algjörlega. Við heldum þessu Já, einmitt, algjörlega. Og Aron Frans maður. God damn. Já, í mái maður. Þú veist, Dana White fekk þetta svo mikið sent til sín, sko. Já. Og Aron á leiðinni í Dana White Contenders. Já. Já, you heard it first here, sko. Já, 1-0 sem pro. Já. Og þú veist, Dana White bara, send the kid. Torres Finney, litli kubburinn með löngu hendurnar, hann og engan háls, hann fekk viral knockout í sama promotioni og beint í Dana White Contenders. Já. Þannig að þú veist, okkur ekki Aron fyrir þetta spinning wheel kick knockout. Ég tók fjæðurvíktarmeistarann í Combat Night sem var valinn fjæðurvíktarmaður ársins og eitthvað, þú veist. Í Amateur þá? Í Amateur, 2004. Fer þarna pro, þeir mætast. Og Aron Frans bara, hvað með spinning head kick? Já, bara í fyrsta lútu. Já, og sko, beautyið í þessum Aron Frans bara sko þegar hann sko tekur þetta spinning kick, fer svo að þjarmar að honum og svona bumpar svo út þegar gæinn reynir að svara fyrir sig og kemur svo aftur inn. Ég var bara, þetta var svo vel gert. Þetta var svo fullkomið, sko. Þetta var fullkomið. Ég bara, þú veist, þessi pro-debut draumur hjá Aron Frans bara hefði ekki getað að byrja betur. Nei, nokkulega. Maður bara trúði sig ekki. Nei. Bara þetta var einhvern veginn of gott að vera satt. Einmitt. Og ég var nýkomin heim og eitthvað svona, já, herri, nú kík ég á, ég bunga bara út þessum $30 sem kostar að fá, eða $25. Þetta var dýrst pepið Já, mjög dýrst. Dýran í UFC. Já, þetta var bara jafn mikið og miði. Já, jafn mikið og miði bara á live. Já. Þetta var bara svona miði og pay-per-view. Já. Gifti bara saman. Já, ok. Þannig það var ekki með svona reruns. Nei, ég gæti ekki farið tilbaka á playback. Nei. Sem var pirrandi að ég ætlaði að koma upp tölunum minni og bara screenrecord þetta og horfa á þetta með morguninn og eitthvað. En hann var nýbúinn að berjast. Þegar ég ætlaði að fara að föndur eitthvað teknitröllast. Svo var einhver misskilningur að þetta hefði gerst í 3. lótið. Já. Við náttúrulega greipum það bara lofti. Einmitt. Ég sá það á 2 stöðum, sko, hjá Mjölni og bara einhverstaðar annars staðar á Instagram og ég bara skrifaði það bara niður. Já. Ég hugsa með mér bara, ok, bara gott work í byggi og vita bara að það hefði gerst í 3. lótið, bara flott. Einmitt. Herru, bara innlega til hamingju Aron Frans. Við vissum alltaf að þetta myndi gerast. Þetta var bara, við vorum eitthvað svona, að var aðeins í míningarnum og ég var að tala um eitthvað unga stráka og þeir eitthvað svona, Aron Frans, hann eitthvað all that? Og ég bara, hljómar þessi eitthvað Reykjavík MMA. Hljómar þessi eitthvað svona Reykjavík MMA diss, kannski var það. En þú veist, hann bara svarar sínum gagnrýnisröddum. Já, svona. Algjörlega. Þannig að, tróð sokk upp í alla sem að reyndu að efast. Já, ég skil ekki hvað fólk að efast, sko. Nei, einmitt. Og líka, sko, ég hló pínu innra með mér svona, ef þú væri kærastan hans Aron Frans, þú veist, þú fjárfestir þínum tíma og ást í ungan strák sem ætlar að vera fighter, þú veist svona, já, ég hef ákveðið bara að hafa trú að þessum manni. Hún fighter? Já, hún líka fighter, sko. Hún Salka. Það var svona pínu svona Conor McGregor kemur af þessu. Bara veist, hanga lengi saman og hún að styðja hann og svona. Svo sér hún bara spinning back, beint í hausinu gæðanum, viral knockout. Ef ég væri hún, þá væri ég bara,
Nice. Yeah, that's a keeper. That's a keeper. Ég fjárfesti vel þarna. Já, bara ekki það er þetta hérna diskutera frá mörgum mýgrum. Ég held að allir sem er búin að fylgjast með Aron Frans vita hvers hann er megnuður. Já, og það er svo gaman að sjá sérstaklega hann og Viktor Gunnars og já, það er bara allar þess að gauðra líka Mikka, þessi strákar í Mjölni. Maður einhvern veginn svona, maður reyna að setja það í box, þetta grappler eða þetta strækir, en þeir einhvern veginn, þetta eru bara MMA-fætarar sem eru bara góðir allstaðar. Já, þeir eru bara well-rounded. Og þeir minnum pínu á hérna, hvað er hann, Christian Rodríguez, sem við elskum að tippa á. Já. Og við erum eitthvað svona, hvað, hann er ekki svartbelti í jiu-jitsu eitthvað. Skilur ekki máli, hann er bara well-rounded MMA-fætir. Hann kannið allt saman. Þú veist, hann sé ekki með svartbelti hér eða eitthvað judo, hann er bara well-rounded MMA-fætir. Þannig að hérna Aron Frans er svolítið bara þarna líka. En þetta verður fucking geðveitt. Ég hlakka mig til, fylgist með honum. Hann hlýtur að snúa tilbaka fljótt. Maður myndi að halda það, núna sé bara tíminn til að keyra á þetta prótæmi og þú veist, mæntalega, ég sá hann var með eitthvað smá glóru en þú veist, hann hefur væntalega ekki tekið mikið skada ef hann kláraði þetta fyrst lútu og bara örgulega reddi eftir bara mánuð eða 2 haldi, eða ekki? Já, það er einingi að taka 2 barða meðan er úti á þessu svona workvísa í Bandaríkjunum, það er alltaf 3 mánuðir. Ég held að hann sé mögulega bara komið með ég held að segja að vinna allan í því, held ég að fá að vera lengur, sko. Já, hann bara tekur svona langan tíma, sko. Bandaríska útlendingastofnunin er svo ógeðislega hæg þeir eru svo mikið anti-immigration þessi dagana en ég held að fái bara þetta work-vísa dæmi þá máttu vera í 3 mánuði þarfst svo að fara aftur heim í 3 mánuði kemur aftur heim í 3 En hérna, þú veist, fyrir nokkrum árum þá var COVID svo mikið að stríða bardagmönnum núna erum við bara on the brink of World War III ég meina bara, það hefur verið að ráðast á bandarískar herstöðar í Katar og eitthvað núna af Írunum það bara var að gerast bara rétt á það sko. Þannig að þetta er just popping off sko. Þannig að maður veit ekkert hvað hann ætlar að vera í Bandaríkjunum þegar Bandaríkjun fer í chaos. Já, ef við kannski bara fara í herinn og svona, þú veist, ég er alveg til að verða eitthvað frontline infantry og berjast fyrir hérna svona frelsi og fyrir Aron Frans. Já, og fyrir Bandaríkjunum bara. Ef ég fer í herinn, þá getum við kannski bara klára þetta strax. Já, einmitt. Og þú veist, ég get orðið svona soldier boy, svo klára ég, þú veist, stríðið og þú ætlar bara að vera fremstur í gí með bláa beltið nýja. Lie on top of me and meet your doom. Það verður geðveikt. Herru, hérna, ef að vinda okkur aðeins áfram með það. Já, endilega. Við ætlum að sjálfsögða að minna á að státturinn er í boði míningarsins sem að bara styðja hefi mikið baki á okkur og hérna, við elskum míningarinn. Næsta dagskrá er að sjálfsögðu Kate Steele sem verður 5. júlí. Það verður heljarnarpartí í minningarnum, þannig að endilega fylgist með og þegar tíminn kemur
alveg í byrjun á fyrstu lótu, þú veist, þá var low kicks og maður var alveg bara svona, hvað er Jamal, þú veist, út af því að Kelly Roundtree er svo mikil mútaði gæi, maður myndi alltaf halda að hann myndi vinna þá baráttu. En svona í smástund leit út eins og Jamal Hill væri bara að fara að ná honum með low kicks, en svo svara hann og maður sér bara hvað miklu meiri kraftur í spörkunum frá Roundtree. Já. Þannig að þú veist, þessi litli spörk frá Jamal Hill voru ekkert að styrja honum. Nei, gerði ekki neitt. Svo hann hafði lent einhvernum 3, 4, 5 annað snemma, sko. Já. Svo bara, þú veist, strax í annar lót en hann var hann að switcha yfir í orthodox og hann getur ekkert í orthodox. Hann kann ekkert að boxa, þú veist, hann bara jabbar aðeins og þú veist, hann kann ekkert að kýla með, þú veist, með hægri hendinni úr orthodox. Nei. Þannig að, þú veist, öll ógn var einhvern veginn bara farin úr húnum. Já, það var svona hálfdabalegt, sko. Já, þú veist, ég var með alveg 15 skall undir á þessu. Ég hafði aldrei áhyggjur. Nei. Þú veist, mér fannst hann ekki geta ógnað hann neitt. Nei. Þú veist, maður hafði aldrei áhyggjur af þessu. Þetta var svona hægur bardagi til að byrja með. Já, eins og 5 lótu bardagar er oft í sérstaklega hjá stórum strákum. Já, hjá stórum strákum, sko. Ég hugsaði með mér eftir þetta, sko, ef þetta væri í gangi. Það er ekki bara að hætta þessu stóri strákar 5 lótu main event. Það var bara 3. Já, eða bara ekki setja það í main event. Já. Bara, ef þú ert orðin X-stór og X-tippin, sko. Eru þið bara title fights, svo sleppa bara. Já, sleppa hinu bara. Sem er kannski ósengjant. Já. En Khalil Roundtree var fucking fit. Já, og líka, þú veist, Khalil Roundtree, þú veist, hann er skoppandi allan tíman, alltaf á hreyfingu, þannig að þú veist, hann er alltaf, þú veist, Jamal var aldrei að finna hann, hann er alltaf á hreyfingu og hann heldur þessu uppi allan barðan. Já. Alltaf lítið skopp fram og tilbaka og veist einhvern veginn aldrei hvaða skref hann er að fara að taka, hann er alltaf bara á tónum, bara dúandi, þú veist, og þú veist, orkan sem fer í þetta, hann heldur þessu upp allan tíman, sko. Einmitt. Ég held að sko Khalil Roundtree gæti gert svona mjög skemmtilega atlögu að beltinu. Já. Hann allan svona sagði eftir hann var allan í post-fight intervjúinu, hann hafði barist gegn Pereira og verið bara, ok, ég þarf bara að vera mjög economic með hreyfingarnar mínar og þú veist, má ekki sprengja mig of snemma. Þú veist, það er bara þó að það sé óspennandi að horfa á það, sko, en svo koma þessar neglur frá honum sem að halda barðan samt svona pínu spennandi. Þú veist, það var alveg gaman að horfa á það, en þú veist, lítið að gerast. Þannig að, þú veist, ég held að, þú veist, Khalil Roundtree á móti Ankalaev gæti að vera mjög skemmtilegur barðagi. Já. Bara, ekki það, nú mann ég ekki, Ankalaev, hann er bara orthodox striker, það ekki? Hann er ekki southpaw. Nei, hann er ekki bara orthodox, ég man ekki alveg. Þannig að hann með, þú veist, southpaw advantage-in, var ekki geðvægt. Já, ég held bara að hann var í flottur mot öllum í þessu deild, sko. Já. Ég held að hann sé alveg, þú veist, hver er að fara í næsta tælsveit út af Alex Pereira? Hann var að posta bara einhverju mynd af viktinni þar sem hann er komin í 240 pound, sko, sem þýðir bara heavyweight. Þannig að, þú veist, John Jones er út af myndinni, Aspinall þarf að berjast með einhvern, Aspinall þarf að fá einhvern stóran money fight og það er engin annar. Fattar þú? Já. Þannig að Pereira klálega að fara upp í heavyweight. Ég held að það sé klálega lausnin núna. Já, þannig að Pereira mætir Tom Aspinall einhvern tímann. Já, þannig að þú veist, hver mætir Magomed Ankalaev? Er það ekki bara Khalil Roundtree eða? Jú, Carlos Ulberg kannski? Já, ég verði frekar til að sjá Khalil Roundtree. Ég held að hann ætti meiri sens. Ég er alveg sammála, sko. Líka, maður veist, Carlos Ulberg á móti Jan Blachowicz. Menni voru svona, mér fannst þeirra Blachowicz bara eiginlega. Já, hann vann hann, mér fannst það. Ég var með fucking parlay á báða pólverina. Jan Blachowicz og hann Marcin Tybura. Og með fucking, þau voru báður underdogs. Ég var með á báða á parlay á þessu kvöldi og svo var Jan Blachowicz að endur maður, tjóðlari brjóðar. Já, það var vel pirrandi. En það er búið að uppfæra rankings, held ég. Og Khalil... Já, mér syns það. Þannig að Bogdan Guskov hækkaði um 1 sæti ykkur út af vegna. Ok, en þú veist, Jamal Hill er ennþá í 4. og Khalil Roundtree ennþá í 7. þannig að þetta er eitthvað gamalt, sko. Já, getur svona vel verið, sko. Þetta verður uppdatað á næstum. Já, vondi. Ég segi, þú veist, Roundtree upp í svona 4. 5. Já, allan á 4. Já. Hann hoppa bara upp í 4. Já. Tekur það af Jamal. Já. Sem að hefur bara ekki getað neitt að viti lengi. Nei. Þannig svona, Hann er með þetta knockout power, en hann, þú veist,
virka skemmtilegur á móti læra level gaurum. Á þessu stíi þá hann ekki bara, held ég hans ekki nógu góður. Nei, ég held líka bara hann ekki saman maður en eftir að sleit hásinu. Þú veist, hann bara hreyfist lítið. Svo bara rótar að Pereira og þú veist, alls konar. Einmitt. Þannig að ég var hissa á þessum stuðlum sko að hann hafi komið inn sem underdog. Já, ég ætla ekki að trúi þessu sko. Nei, einmitt. Þannig að ég setti bara slummu á round 3 fyrir hann að bara það. Þú veist, setti það bara með Rafael Fiziev. Já. Ef ekki sé ræða hans Rafael Fiziev á móti Ignacio Bahamondes. Já. Þú varst svolítið á Bahamondes-lestinni. Ég var alveg sold af þessu svona flashy striking sko, en hann hafði alveg getað spilað þetta miklu betur. Þú veist, hann bara vildi bara stíga inn í fjarlæðina sem hentaði Fiziev betur. Gretti nákvæmlega ekki neitt að því. Nei. Og ég skil ekki alveg af hverju þú myndir ekki bara reyna að nýta faðmiðin og eitthvað. Já, það ekki bara menn eitthvað svona ofpeppaðir að þú veist, þú erum að vinna margir í röð og þú vilt verður svona company man og svona, heyrðu, company vill hafa þetta skemmtilegt. Já. Gerum þetta skemmtilegt, eitthvað. Ekki bara eitthvað svona þannig dæmi? Jú, getur verið. Já. Svo vilja bara, þú veist, sína eitthvað svakalegt. Þú veist, hann var búinn að segja fyrir þetta bara, þú veist, að dómararnir munir ekki þurfa að skipta sig að þessu og eitthvað, þú veist. Já. Rafael Fiziev tók hann bara í svona striking klínik. Bara outstrika hann, að gera svo snirtilega. Hann gerir bara allt, hann outstrika hann outgrapla hann og hann bara fucking dominantaði frá byrjun til enda. Já. Þú veist, hversu oft séu bara að Rafael Fiziev fari í ykkur fellur? Hann hefur alveg gert það, hann áður alveg til sko. Já. En gerir ekkert með það, hann gerir bara til að taka þig niður og svona. Svo var alveg, þú veist, maður sá alveg að hann langaði ekkert að vera að gera eitthvað jiu-jitsu með Bahamondes á gólfinu sko. Nei. Bahamondes með hægt gard sko. Já, hann hefur alveg söppa gauðra bara úr gardinu. Mjög skemmtilegur glímaður Bahamondes sko. Ævi náttúrulega með Belal. Já, það ræða saman? Hann er hodnars. Já. Ok, það er eitthvað. En, þú veist, leiðir einhvern menn eins og Bahamondes var að fara að vinna hana bara það? Nei, ekki nema það var næstu hann lendaði wheelkickinu í þriði. Já, reyndar. Ég var með sko, ég setti 20 eurur á round 3 Bahamondes og þú veist, það hefði alveg borgað 260. Þannig að ég var, mér langaði þess að hann myndi klána í þriði sko. Já. Það var það sem ég held að myndi gerast. En það fór ekki alveg þannig. En það munaði ekki miklu maður. Nei. Alls ekki. Og svo náði hann að kötta hann aðeins bara á bakinu með olbúum alveg undir lokinu sko. Ég hann er eiginlega bara best geimdur sem svona afvelta skjaldbaka. Bara á bakinu bara helst ekki samt upp. Dómararnir gefa þetta allir 30-27. Það er bara sanngjarnt sko. Það ekki. Jú. Það var bara, þú veist, þetta ekki bara, þú varst aldrei að fara að vinna Rafael Fiziev svona svolítið á hans heimavelli. Ég líka alltaf með kenningu það sko, að UFC pari sko heimmenn, sérstaklega svona eins og favorably sko, ef þið í Fraklandi, ef þið í Azerbaijan eða eitthvað, það fá þessir heimamenn svona matchup sem eiga að geta unnið. Samt, mér fannst þetta alveg bara svona erfitt matchup fyrir heimavöllin sko. Þú veist, ég held bara ef Bahamondes væri aðeins meira smart og hefði bara, þú veist, passað sig að bara haldið sér svolítið svona meiri fjarlægð fyrir faðminn hans og meira kicking distance. Þú veist, ef hann hefði bara verið að chop undan honum með low kickinu, þú veist, það hefur verið erfitt fyrir Fiziev að svara þeim leik með sínum low kicks og eitthvað, þú veist, og hefði bara haldið þessu í hæfilegri, þú veist, í fjarlæðin sem hendaði honum, þá hafði hann vel getað unnið Fiziev á stigum, sko. En hann bara kaus að stíga inn í fjarlæðina sem hendaði Fiziev betur. Þá kom Fiziev alltaf bara með eitthvað geggjaða fléttur og hitti, þú veist, 2-3 höggum bara í hvers skipti sem við komum saman. Já, mér fannst sko, persónulega, þá fannst mér, þú veist, hann ekkert verið að vinna eitthvað það mikið í þessu kicking distance. Það er svona reynd til að byrja með. En ég get ekki séð endilega að það væri eitthvað virka ógeðslega vel fyrir hann. Þegar, þú veist, að vera í kicking distance? Já, að vera þar sko. Mér finnst alltaf mikið bara að vaða áfram og close distance á Fiziev sem hann hefði ekkert átt að gera. Ég er að kíkja á streymið og sjá hvað það virkir ekki alveg bótið og það er alltaf í full swing hérna. Nice. Eitthvað hvað þetta laggi? Ég fagnaði bara að sé einhver að horfa. Já, ég fagnaði bara einhver að kommenta líka. Það er ekki ekki. Þó það séu skýta komment. Nei, en sko, málið er, mér finnst bara að Fiziev líka svo góður á lokadistansinu og hann er svo bilaðslega upplugt switchkick. Þannig að ég bara, þú veist, mér fannst hann bara vera að vinna hann bara það, alls þar. Já, það var því. Já, þannig að ég er bara feginn að Fiziev hafi fengið einhvern annan en bara Justin Gaethje sem á svo mikið tilkall í titilin. Já.
Þannig að Fischer getur þetta svona aðeins dúlla sér þarna í léttvíktinni og gert eitthvað annað en að vera endalast að matchast við Gaethje. Þannig að en núna er Fischer, ok, hann er flottur, hann er kannski vanhagast eitthvað í glímunni. Hvernig var bara hann saman við? Dan Hooker? Já, bara fullt af mönnum hana, hvert sem er fyrir onan, sko. Já. Af því að, þú veist, sigurinn er bara Montes ekki að fara að færa neitt ofar, sko, en það er svona styrkti stöðu hans það sem hann er, sko. Þannig að, þú veist, núna má hann fara að líta upp fyrir sig, kannski. Já. Það bara Montes er alveg svona, þú veist, hann er svona one-to-watch gæi, fattur þau, sigur í honum er alveg eitthvað, sko. Þá bara Montes sé ekki komin á top 15, þú veist, og er hann að leiðina þangað, sko. Já. En, þú veist, Fischer geti mætt, þú veist, bara Moicano, Darius, Pimblett, Gamrot, Hooker, öllum þessum gaurum. Moicano og Darius er náttúrulega, þeir eru að færast á 317. Þannig að, já, þú veist. Þeir geta alveg, hann geta tekið vinninu þar. Já, það er rétt. Patti Pimblett var líka skemmtilegt. Já, mér langar bara að sjá Patti Pimblett mútið Gaethje, sko. Shit. Já. Ég held að Patti sé gæðin til að vinna Gaethje, sko. Já, getur alveg gert það. Ég getur alveg gert. En ég held að, Gaethje vilji bara title fight. Já, einmitt. En það hann hefur ekki tapað, sko, í léttvíktinni. Ég veit ekki hversu lengi. Veist, hann á bara þetta eina tap gegn Max Holloway í einhverju með exhibition fight, sko. BMF-beltið. En annars er hann í rauninni bara nokkuð veginn tablaus. Já, hann er náttúrulega, þú veist, annarkvært hann eða Tsarukyan sem fær næsta title shot. Já, það er alltaf eina væt, sko, hatar Tsarukyan. Já, skiljanlega. Já, fyrir að bara pulla út bara, þú veist, 10 mínútur fyrir fight. Út af okkur bulli, sko. Út af bakmeislum, svo sást eitthvað vídjónum að vera hitið fyrir bardaðan, þar sem hann var bara að gera eitthvað erfiðustu bakæðingar sem sést á. Þú veist, hann var svona, þú veist, eins og wrestlerinn gera, þeir eru með svona hausinn í gólfinu, svo hlaupaði hérna hringinn. Þú veist, hann var að gera það bara í uppbytuninni og svo pullaði hann út og hann var illt í bakinu. Það er svona... Það var bara, you fucking idiot. En þú veist, það hættulega að taka bara 5 round real fight eins og Dvalin Svílíkir. Já, en mér er illt í bakinu. Þú veist, þá þetta ekki rétt uppbytunin, kannski. Nei, en það gera hann, sko, hann gerir sturlaðar bakæðingar. Já, bara, þú veist, hann með bara liðast að baki heimi, sko. Væri galið. Ég vil sjá hann á móti Dan Hooker næst, hann Fischer. Fischer, já. Það væri fætt. Það væri góð fætt. Herru, Curtis Blades á móti Rizwan Kuniev. Sko, Curtis Blades var sko super favorite fyrir hann bara það. Og eiginlega bara slefaði í gegnum þetta. Bara split decision. Hann slasaði eitthvað í byrjunum bara það. Hann poppaði eitthvað, öxlinn poppaði, hnéð poppaði eitthvað. Eitthvað poppaði. Sko, ég var á mínigarðinum og svo keyrði ég heim. Já. Og ég mistaði þessum bara það. Þannig að þú þarfst svolítið að gefa okkur þína skoðun á þessu. Já, bara, ég fannst eiginlega bara Curtis Blades bara pínu rústað, sko. Eða ekki, ég ætla ekki að segja rústað. En Þessi Kuniev rændur, eða? Fyrir svo langt? Nei, þú veist, það er engin rændur í split decision, sko. Nei. En svona, það komur óvart, sko. Varst það hallast að Kuniev? Já, ég hallast að Kuniev. Og ég sá ekkert mikið flott frá Curtis Blades, sko. Ég fannst hann bara lúkka lélugur og ragur ofta tímum og svona, þú veist. Ég talaði við sem var með pening á Kuniev, sko. Já. Elli Gunnars. Já. Hann sagði að þetta væri rán, sko. Þetta var rán? Já, ef þú erum með pening á því, þá trúi ég því að þú veist svona aðeins halvrægt tilfinningar, hvað kostar þessu. Ég ætla aðeins að flétta upp, sko, striking, tölunum, maður sjá. Hann gerir kannski aðeins meira, hann, maður sjá, significant strike, 12 gegn 8 blades, 16-24, Kuniev, 28-13 blades. Takedowns. Já. Þetta er þriðja lótan sem er split lótan. Já. Bara, hvað hann ekki bara virkað hættulegri og lent svona harðari höggum, sko. En þess blades lendi meira. Ja. Svo ég held að enginn sem að héti eitthvað sem enda á ef eða of myndi tapa á decision á þessu kvöldi. Curtis Blades er alveg motherfucker. Já. Nei, ég er að tala bara þetta því að þú veist, dómarinn í Azerbaijan myndi alltaf gefa þetta á gaurinn sem heitir of eða ef í lokin. Það er alltaf frægir fyrir dómaraskandalar, sko. Það hafa verið, sko, dómaraskandalar í boxinu sem er alveg fáránlegir. Já. Þú veit að gaurur er slegin yfir og dómarinn er að rífa hann á lappir og sleppa því að telja og gefa hann svo decision, sko. Þú veist, það hafa verið eitthvað fáránlegt dæmi í gangi þarna í Azerbaijan, sko. Já. Já, ég skilji, já.
En já, en það kom mér óvart að ég held að Curtis Blades ætti bara fucking valdi verið með gæja sko. Já, ég var því. Ég hef að þekki sko Rizvan Kuniev bara ekki mikið. Hann er ekkert eitthvað svona á radunum mínum. Hann er ekkert búinn að berjast eitthvað það oft. Nei, hann er ekkert á radunum mínum sko. Nei. En það eru bandaríski dómarar sem eru það sko. Já, einmitt. En það er Daryl Ransom sem að gefa þetta til Kuniev. Þannig að það var ekkert í búið einhvern asibasískur skandal. Nei. Þannig að já, ég veit ekki hvað það verður með Blades í næsta, en þú veist. Já, þetta var náttúrulega bara fyrsti barndaginn, hann var bara búinn með í Contender Series, en hann var með sko knockout bara á síðustu sekundinni í fyrstu lótu á Contender Series barndaginn. Já. Það er kannski eitthvað, já. Það sem ég mann eftir hann. En hann kefti undir Renan Ferreira undan því sko, þannig í PFL. Já. En það er sem bara hellingstestament fyrir Kuniev fyrir hvað hann er öflugur og mæta svo bara í öðrum UFC-barðanum sínum þannig að segja fyrsta alvöru og Curtis Blades bara Curtis Blades bara hversu game ertu bara proper gæi sko þannig ég hugsa sko að ef ég er svona sem a gambling man ég fer mikið inn á íspilinu sko að þú veist þá væri ég myndi passa mig á að tippa á Blades í framtíðinni og þegar það ekki færi kefst að tippa á Kuniev þá er ég ekki að hugsa mig til þessar sko. Nei, ekki þannig sko það er alltaf gott bett á gæjan með nafni sem endur og Vaff eða E-Vaff sko. Já, myndirðu segja það líka í Oralbæ á móti Musaev? Nei Tofik Musaev var ekkert eðlilega lélugur. Já, það var blábeltingurinn. Já. Ég hefði getað söpað hann örugglega. En það var hann bara, þú veist, hann var svo lélugur í glímu. Já. Og hann bara gera svo mikið af einhverjum svona asnalegu mistökum. Þú veist, bara svona að reyna að halda í svona hálfgjört gíótíntak, þú veist, röngum megin og bara virkilega lélugur. Virkaði svolítið tíndur. Já, og enda svo því að vera bara söpaði með Kimura úr side control. Já. Það er bara mér hlakka til að geta tippa gegn Musaev. Já, og þú mynd sjá hann gæði aftur, sko. Ég er ekkert svo vissum það. Nei, hann hefur bara verið á þessu karti af því að hann var heimmaður, sko. Já, nákvæmlega. Þannig að, veist, hann 22-6 komandi úr Ræsin, held ég. Já, Ræsin og Bellator, sko. Já. Hann er saman sigur, hann hefur Patrik í Pitbull í sko, titilbarða í Ræsin. Já. Það er bara, kannski þetta ekki bara eins góða stofnanir og maður hefði haldið. Þannig að þú veist kannski það er bara málið. Þannig að Oralbæ líka motherfucker. Ég er svona la motherfucker. Já, kannski. Mér finnst það. Þannig að ég er svona með mynd í lit á Tapology. Jú, hvað meinarðu? En hann er samt alveg, hann er alveg með ágætt nöfn á félagsskráni. Hann er Úrús Medic og Ellis Brenner, sko. Og svo náttúrulega fór svakalega barðað á Mattias Rebeski. Já. Þannig að hann er skemmtilega gæði, sko. Já. Allt með flottan hatt. Já, það er það. Fíla hattina, sko. Já, þannig að það er góð punktur. Herru, Nasim Sadikov á móti Nicolas Motta. Holy shit. Holy halalulu Batman. Það leit bara út eins og Motta væri hann rótan bara eftir hálfa mínútu. Já. Svo bara snýrast það alveg við. Bara bodyshotin. Já. Hann var svo ógeðslega góður strækjar. Hann var svo góður boxari. Og bara bodyshotin, hann var svo on. Ég elskaði bara, byrja bara fyrstu útunni. Motta pressar Sadikov alveg búrið og það bara 10 off. Svo kemur Sadikov bara, fuck this, og maður ítir honum bara alveg hinum meginn í búrið og byrja bara 10 off og maður er bara, þetta er geðveikt. Já, og hann báði menn virkuðu líklega til að klára hinn í fyrstu lóðinu, sko. Það er bara alveg klíkað. En og þetta bara finishing sequence hann í annar lóðinu en alltaf bara geggjað og hann fucking smell heitir hann. Já, bara, var þetta ekki 4 beint trýnuð? Beint á the button? Jú. Bara, þú veist, þetta var geðveikur fætt og þeir fá báðir Performance of the Night bónus og Fight of the Night. Jú, 100.000 pund hvor aukala. Er ekki 100.000 $? Jú, $. Sig. Já. Það er ekki að fá pund. Já. Það er líka ekki eftir random. Manst þetta fólksbrandaranum með O.J. Simpson sem var neitt til að greiða eitthvað, þú veist, 6 milljón íslensku krónur í skadabætur. Manst þetta þessu? Nei. Þetta er svona jungnar-brandari. Og svo bara, hvað fær O.J. Simpson svona mikið af íslenskum krónum? Bara, þetta var, já, kannski had to be there brandari, sko. En engu sír. Þessi einhverju hlustendur sem voru there. Já, þessum mun eftir þessu in the 90s. Herri, en þetta var, já, allir bónusöndi, fóru bara þangað það ekki? Jú.
Jú, það er klikkað. Herri, Muhammad Naimov á móti Bogdan Grad. Bogdan Grad, fítbardamaður. Já. En þessi Muhammad Naimov, þú veist, hann bara heldur áfram að raka einn sigrum fyrir landið þjóð. Fyrir Tajikistan? Já. Já, sem að fylla alltaf bara eitthvað venju þarna út í eyðimörkinni og horfa á sunnan. Svona proper svona Gunnar Nelson stemning. Já. Yfir þessum gæja. Já, bara, þú veist, Gunnar Nelson, hvað eiginlega, þú veist, þú sér ekki Íslendingana úti á einhverju, á Laugardalsvelli, fattar þau? Nei. Kannski ef við varum svona mörg eins og þau, ég veit ekki hvað við erum mörg. Já, þau eru bara, þú veist, 80 eða eitthvað. Þau eru ekki svo mörg. En ég veit samt ekki, sko, mér finnst það mjög takmarkaður. Þú veist, ég get ekki séð hann ekkert fara eitthvað svona, gera eitthvað title run. Nei, kannski ekki. Hann náttúrulega, Felipe Lima sem keppa næstu helgi á móti Talbot. Já. Hann vann hann, sko. Já. Þannig að, þú veist, mætti gaur sem var að debjúa og tapaði fyrir honum. Það er ekki svona mjög traustveikjandi ef að planið að fara allar leið, sko. Nei, það er ekki... En samt, þú veist, hann lúkkar mjög góður, sko. En er hann nógu góður til að fara allar leið? Það er spurning. Nei, ég vil bara segja nei, sko. Ég segi ekki nei. Mér finnst það ekki, sko. Það veist, hann getur tekið eitthvað svona no-name svisslendinga. Sem er sigurður Nathaniel Wood. Já, reyndar. Það er góður sigur, sko. Já, það er góður sigur. Jamie Larky líka. Já. Það er svona, hann er að taka allan að hina semigöruna. Já. Og svona... Hann er svona topp semigæi. Já, einmitt. En hann er ekki toppgur. Nei. Að mínum að þetta. Nei, það er svo sem getur verið þetta þér. Já. Herru, en hér næsti barðaði, sko, sem að þú gerði mikil veðmálumistök með. Já. Það er Siok Hyun Ko á móti Obban Elliot. Gæinn heitir Ko, K.O. Já. Þú tippaðir gegn gæja sem heitir K.O. Ég er náttúrulega bara tippaði gegn manni sem að ég vissi ekkert hver var og maður á ekki að gera það. Ég er bara svona búin að halda upp á Obban Elliot. Já. Og mér langaði að hafa hann með þetta, ég hef trú á honum. Já. Hann var big favorite, ég var svona, já, þetta getur íkleika. Ég veit ekki hver hinn er, hann er að debjúa. Þetta er bara eitthvað kóruðu búi, fattar þú? Svo var hann gæinn bara fucking killer, maður. Já. Hann var gjössanlega með þetta, bara, sko, hann eiginlega bara kaffærið Obban Elliot. Já, ekkert eðlilega góðar hreyfingar, góð glíma, hann er 31. Já, hann er debjúa í UFC. Ég afskrifaði hann að gaurin leið, sko. Ég las bara nafnið og svo sá hann var að debut og ég bara, já, minn maður Obban Elliot, ekki spurning, sko. Já, en þessi gæi fer á topp 15 lista mjög bráðlega. Já, ég get alveg trúið því, sko. Bara leið og ég veit að hann er komin bara að shut up and take my money, af því hann er geðveikur. Hann er ógeðslega góður. Bara fluent hreyfingar með svona smá bounce í skrifinu sínu, pínu, ekki að mikið á gunni, en svona gott bounce, alltaf geðveitt gott svona body posture í öllum sínum hreyfingum og ekkert eðlilega fluent í jiu-jitsu. Og hann tók Obban Elliot og bara skólaði hann. Obban Elliot er ekkert slór, sko. Nei, ég er bara búin að vera að halda hann sem mögulega future champion, sko. Já. Alltaf svona í fyrstu börnunum, það er bara að lofa góðu, sko. En þessi gæi, bara, til gaman að kemur svona nýr gæi sem maður bara vissi ekki eins og hver var. Nei. Þú veist, stundum er maður að býja eftir einhvern gaurum og svo delivera þær ekki. Já. En það kemur eitt svona inn sem bara kemur öllum á óvart, maður er tjóðlega gaman. Það er eitthvað að gera svona í Suður Kóreu, sko. Ég held að Korean Zombie, hann er svona brautriðandi eins og Gunni. En það er, sko, gæðir sem að fylgja eftir honum að hann tveir eru rosalegir og þessi Ko er geggjaður. Ég er svo spenntur að sjá hann aftur. Já. Hann vann hug mitt og hjarta í þessu UFC debjúi. Líka bara debjúa gegn Obban Elliot, það er ekkert jók. Nei, nákvæmlega. Það er ekkert jók og bara vinnan, hann vann hverju einustu sekundu í þessum barða. Og bara, já, eins og þú sagðir á hann, bara kaffærð hann. Og hefðulega getað söppað hann bara nokkuð sinnum. Obban Elliot þurfti bara að hafa sig allan við að losa sig úr gólfinu og eitthvað og hann átti bara mjög erfitt að sleppa frá hann. Þannig ég bara þekki hann gaur ekki neitt. En ég veit bara eftir þetta performance á móti svona góðum gaur, já, ég er til í meira. Bara gefðu við mér meira af þessum gaur. Já, algjörlega. Og skemmir ekki, hann heitir K.O. Nei, það veit. Hann bara virkilega skemmtilegt. Já, hann má taka sig einhvern einn í viðbót og ekki á top 15 og svo bara í top 15 eða eitthvað. Já. Það veist hann lúkkar alveg eins og hann sé tilbúin í eitthvað þannig. 100%. Hann líka, sagði ekki að hann verið 31 árs.
Jú. Nú á hann bara að keyra á þetta, sko. Já, bara let's fucking go, sko. Herru, Jung Young Park móti Ismail Narudiev. Herru, þarna var ólöglega Þetta var ólega hnið, tók 2 stig. Ég hef aldrei á ævi minni séð 2 stig tekin. Nei. Mér fannst það samt sanngjarnt. Já, út af þetta svo þetta svo svakalega þýðingamikið högg, fattar við. Já. Hann Park með hneðigólunu og Narudiev bara hneðar hann beint í augað og mjög hart högg. Og ég var eiginlega bara svona gaur, þú veist. Ætlar í alvörunni að halda áfram og hann tók næstu alla 5 mínútur í að jafna sig eftir þetta. Dómarinn tekur 2 stig. Hvað fannst þér um þetta? Það kom mér óvart að hann myndi taka 2 stig. En já, bara sanngjarnt, sko, þú veist, ég veit ekki, svona ég sem ef ég hefði verið þarna dómarinn eða eitthvað, þú veist, ég hefði bara viljað kalla þetta svona off út af því að þetta svo svakalegt högg. Já. Og þú veist, auðvitað segir fætirinn að hann vilja halda áfram og eitthvað, en þú veist, fætir eru klikkaðir og svona þarf að hafa vit fyrir þeim. Já. Og, þú veist, en disqualifya Ismail Narudiev. Já, þetta gerði svo snemma, þetta hefði bara verið no contest, sko. Já. En þannig er bara, önnulótan var rétt byrjuð. Já, hún þarf að vera hálfnuð eða ekki til þess að... Jú, ég held það. Já. Þannig að, þú veist, þú getur ekki farið í skórgöndu beint, sko. En mér veist eiginlega 2 stig bara sanngjarnt, ef þú stannast þig og líka svona, svo hugsaði maður með þessu bara svona spennufallið, af því að sko Ismail heldur hann sé bara að vinna barðan, hoppar upp á búrið, byrjar að fagna á eitthvað, svo bara nei, adrenalindömp, skilur, svo bara nei, við ætlum að taka við 2 stig og þú heldur áfram að berjast og þú er bara, fuck og þú veist, í rauninni bara, þú veist, Park þurfti bara að vinna 1 lótu. Já, einmitt. Þú veist, það er rauninni betra fyrir sko, fyrir skemmtunina og í rauninni allt að þetta haldi bara áfram. Þannig, en ég var að tenka að þetta 2 stiga refsingu fyrir svona ljótt spark. Þannig ég svona, og þetta var líka búið, ég sem man ekki, hann var búin að vera tæpur með puttana, hann var að gefa hann 2 eye pokes og eitthvað. Ég held að það var bara mjög sanngjarnt, sko. Þó hann hafi ekki fengið hard warning. Eitthvað í prílinsunum sem að þið langar að snerta á eitthvað sérstaklega? Heyri, sko, ég var náttúrulega að mæta þetta míningarinn bara í þessum bardaða. Þegar ég mæta míningarinn þá er þetta í gangi að bardaðan er stopp út af þessu. Ég sá ekkert sem koma undan þessu. En náttúrulega Mohamed Usman, besti vinur þinn hann, hann var þarna og hann sigraði, heldur áfram að sigra. Já. Hann heldur áfram að opna prílimskortin og sigra. Já, er það ekki bara flott, eða? Gaur, þú veist, þetta er bara svona, hvað, þú veist, þetta er bara segir mér að þetta sé bara draumurinn að opna prílimskartið og halda fram að sigra. Já, en þú veist, hann var enda búin að tapa 2 fyrir þetta, sko. Já. En hann er samt, þú veist, hann er búin að vera að vinna, hann er búin að vinna 4, tapa 2, hann er alveg, hann er að setja saman smá feril hérna í UFC. Já, hann heldur áfram að opna prílimskartið. Geggjaður. Herri, ég ætla að færa mig aðeins áfram í fréttir og eitthvað, en ég ætla að sjálfsögðu minna á að þátturinn er boðið Unbroken Real-Time Recovery, frjálsfljótandi amínósýrur unnar úr norskum laxi, þeir sem æfa mikið og æfa hart ættu ekki hikið að prófa Unbroken. En það, já, fyrir þá sem eru að horfa á streymir geta séð ljótu krukkun hans Bigga, hún er stútfull af Unbroken. Algjör gæði að vera í alla staði, hámarkaði svo árangurinn með og velja hann með yngling fæðbótavörum, Shilajit, náttúrulega stereobústerar og sveppblöndur. Vara mánaðarins er kraftur, held ég að heiti bóðið. Það voru ekki búin að breyta. Það voru búin að breyta. Þetta er eini íslenski testabústerinn sem er framleitur. Vara mánaðarins núna er vilt íslensk fjörugrös, Chondrus crispus. Já, þeir voru búin að breyta, það komið 9 mánuður. Já. En stereobústerinn er allavega KSM66, Fatigoja, Himalayan Shilajit, Fenugreek, Makka, Cordyceps sveppir, íslenskt Klóbang, ég ætla ekki að ljúga, ég veit ekki alveg hvað það er. Og svo bara magnesium, zink, boron og fullt af steinindum. Þetta er algjör snild. Þetta er snild. Ég er svolítið að taka það. Já. Við erum alltaf báðir í prógrami hjá Nico, Nico styrkþjálfurinn. Hann ákvað að segja, strákar, þeir eru ekki nógu góða formi og rífa ykkur í gang. Geggja liftingaprógram. Hvernig gengur þér? Þetta er alltaf að koma. Þetta er alltaf að koma. Eigum við vona á fyrsta æfingunni á næstunni eða? Ég ætlaði að fara á fyrsta æfingunni mína í dag. En svo sagði nuttanum mér að ég ætti að slaka á í dag. Já, þú vildi ekki æfa í gær? Nei, ég ætti sem að leysa í sandegi í gær. Ég geti gert þetta endalist, sko. Mér finnst mjög gaman. Ég er
ég er búin að mæta ég allir að þykna upp sko Já. Það eru svo þægilegar öðru æfingar sko Já, þetta skemmtilega æfingar. Ég var aðeins bara búin að leggja yfir þetta heima. Þetta var svo mikið að fara í gegnum sko. Ég vildi vera aðeins búin að undirbúa mig áður en fara að mæta í rættina sko. Já. Svo maður væri ekki bara endlaust í síman og það sko. Já, það er en þetta er svo mikið að sniðum æfingum og allt þessi kassahopp og eitthvað, þetta er bara ákveð sem maður þarf sko. Já, og pre-box jump tegur lítið hopp áður og stekkur upp á kassan og ég veit ekki alveg af hverju en ef Nico segir það þá treystir hann bara hann veit hvað vöðvar er aktivitað stanna sko. Já, mikill sprengikraftur inn í þessu og maður svona eitthvað maður finnur bara þú veist, oft svona tekið eitthvað Nico-æfingu og ég svona verð sára á einhverjum stað þar sem að ég er vanlega ekki þú veist, kannski svona djúpt inn í náranum eða ekstra í kningum hneðu eða eitthvað svo það er bara búið, skilur, það er bara að styrkja það og maður heldur áfram það er mjög góður að svona levelit upp þannig að ég mæli með Nico styrkjaþjálfun bara sendur skilabóð með Nico styrkjaþjálfun á Instagram hann er bara geggjaður þannig en annars bara ný sending hjá okkur frá Yngling Er það negla 6 svona helgjum í það á dagmæður? Það er svakalegt Nei, ég er á svo miklu frá Yngling ég er með Fatigoya og Cordyceps-eppina frá Yngling en ég tek held ég 1 eða 2 svona bara auka ofan í allt annað sem ég tek Ég er nefnilega ennþá bara að taka þetta allt í sigur lagi maður fari bara að taka þetta í stæðin Já, en ég er komin á þeir eru líka með svona írskan sjávarmosa Já, það er mjög gott Já, tekur það með silletið sinu og þá komið alla steinum á flóruna að það silletið er eitthvað, einhverjur 80 og eitthvað steinumni og írski sjávarmosin er akkurat hinn 40 eða eitthvað 40-50 sem þú færð ekki úr silletið sinu þannig að þú komið með, Himalayan og írska sjávarmosan Ég var að bæta þessu við hjá mér sko. Þegar ég fæ mér alltaf sveppablönduna frá þeim og sílegit á mótnana sko, og svo er ég með allir þessi testabústara bara í sikur lagi frá þeim Já, þannig að maður tegur kraft svona aðeins með en það sko, ég er stálslegin sko. Ef ég myndi sofa í 8 klukkutíma á dag þá væri ég orðin bara vélmenni sko. Ég er ekki djókur Herru, höldum aðeins áfram það er fréttapakkinu var kannski við fórum aðeins yfir hann áðan það er alltaf bara að John Jones er í öllum headlineum Conor McGregor hann rótaði mann á einhverjum skemmtistað á skemmtistað í Ibiza hann heldur áfram að vera flottur pældi ég bara, þú ert í miðju sko þú ætlar að vera fórseti Írlands ég var að gleyma því svo ertu bara hold that thought færði að jamma yfir Ibiza og rótar einhvern gæð þessi gæð er náttúrulega bara hann er alveg ég vona samt sko að hann vinni kosningarnar Já, ég heist að hann er ekki mikið sen sko Nei Ég heyrði eitthvað viðtal það sem hann var eitthvað hann ætlaði að tala um viskið sitt en hann var næstum búin að segja eitthvað cocaine Já bara we had a lot of Irish 12 whiskey eitthvað Proper 12 whiskey 12, geggjaður Dana White har ekki hafa miklar áhyggjur af samkeppninu sinni næsta laugardag segir hann það er náttúrulega sko UFC 317 sama kvöld er Jake Paul að fara að mæta Julio César Chávez Já, það kom að því maður Já, þannig að það er sannlega áhugavert og að, þú veist ég held að hann sé, þó hann sé kannski ekki jafngóður og pabbi sem var, þá er þetta samt alveg boxari það er ekki stærsta testið hans Jake Paul sko Já, hann getur ekki bara Mike Tyson alltaf helgar Nei, nákvæmlega Greið, þannig að hann er mjög góður að velja sér eitthvað svona hín og þessa anstæðinga Já, en ég held að þetta getur verið óstólbiti fyrir hann eða fá að sjá, þú veist, Jake Paul virkilega alveg góður Já sem ég held að sljóti nú að verða á endanum með alltaf þjálfunin og peningana sem hann hefur sko. Já, með hvað hann setur mikið í það sko. Og veist, hann er bara verið svo lengi og þú veist, já, bara verið svo lengi eitthvað að velja sér góða anstæðinga þú veist, róta Ben Askren í ykkur boxi, þú veist, hvað er það og Tyron Woodley, taldu Ben Askren er aðeins fann að geta hreift sig hann alltaf bara var búin að vera gjörgæslu með Já, voru búin að tala um það eitthvað í podcastinu? Nei, ekkert að vitið sko en hann er með lungnabólgu og liggur bara hálfpartin bara í dái upp á spítala en hann er búin að opna augun og getur aðeins fara að tjá sig en það eru allir bara pray for Askren Takk fyrir að rótan, Jake Paul Ljótt en fyrir það sem ekki vita þá er Holly Holm búin að skrifa undir hjá Most Valuable Promotions og boxa líka á þessu kvöldi á laugardag Þannig að hún er í slagtogi með Jake Paul eftir að GFL, Global Fighting League, féll fyrir. Þannig að þeir canceluðu fyrsta sjónu sínu og að lítur út fyrir að þetta sé bara dead on arrival. Þetta er GFL. Já, ég held það. Þeir lofuðu allt og miklu, allt og snemma, sko. Já, og svo kemur ykkur eitt financial backer út úr þessu. Þeir ná ekki að rætta þessu og allt er rugli. Ég var hann peppaði fyrir þessu. Já.
og komin svona góð mynd á þetta og... Já, þú veist, þetta var samt eitthvað too good og too weird. Bara eitthvað ennur með mýr, hann að fara að berjast við þennan og eitthvað, bara, þú veist, einhver gauður sem hefur verið lengur fyrir það. Já, það er alveg satt, sko. Mandeli Silva, einhverju menn hana, þú veist, þetta var aldrei að fara að gerast. Nei, kannski ekki. Heldur þú eftir þér, já. Nei, líka bara að, þú veist, lofa einhvern rosalegum svona retirement package. Þú ætti bara að komast á eftirlaun í gegnum Global Fighting League og eitthvað. Svona náður ekki eins og halda eitt sjó. Veist, strákar, come on. Það er bara, hérna, það er eins og það er. En það er sem ekkert meira að frétta eftir hérna Aron Leo og hérna Tom Aspinall Champ og... Aron Frans heitir hann. Hvað sagði ég? Aron Leo. Aron Leo. Sáðólkur er búin að vera dólgast í Jimmy. Já, ég sé bara annarkur maður lappar út með glóður eða kvartar yfir eitthvað Aron Leo kýlir fast. Já, hann er það, maður heyrir það ekki bara, þú veist, þegar kampur er búið og eitthvað, þú vilt ekki sparra við Aron Leo, það er bara... Ná, ég ekki trú að heima. Ef þú snertir hann eitthvað vitlaust, sko, þá kemur hann bara og hamrar þér tilbaka, sko. Já. Þetta er proper fucker, sko. Shit. Við ættum að fara að taka upp content eitthvað svona, hvor endist lengur með Aron Leo? Ég og þú? Já. Ég allan daginn. Já, líka. Hvað heldur þú að þú endist lengi með Aron Leo? Svona svipa lengi og Bradley Tatum held ég. Já, 10 sekundur. Já. Ég ætla ekki að vera 8. Já. Ég geti kannski hlaupið í burt frá hann með smásund. Já. En það var hérna, hún Kolka hjá Vappi C. Já. Hún fór til London nýlega á Nogi-mót. Hamlaði 2 gull og Dalrós dóttirinnar 1 brons og Stefán Fannar var á sama móti og hann sótti sig ykkur 4 verðlaun. Ég var eftir að skrifa grein það en ég er með hérna góða skýringa á þessu öllu frá honum bara á Instagraminu mínu. Okay. Þannig hérna það kemur bara út á morgun eða hinn. Byrja að gera alltaf seinast með fréttinar. Þannig hérna þannig að það er nóg að gera í bardaðarsynninni sem heilt yfir. Algjörlega. Já, við vippum okkur yfir í hérna UFC 317 en áður en við fyrir þangað þá er best að minna að þáttunum líka í boði M-Fitness, íþróttavörur, lóð- og jógavörur og Stórhöfði 15 og Tryggvabraut Akureyri. Það var sumarútsala í gangi ekki fyrir svo löngu, ég bara enda í gangi ef við fyrir minna mfitness.is og jú, það getur fundið bara gott úrval af nýjum vörum og 40% afslátt af völdum vörum. Þannig mæli með M-Fitness, ég bara mjög góð fyrir. Já. Svo auðvitað prepparinn Makrósbar, auðvitað leginn til að borða Holt. Prepparinn á Suðurlandsbraut og Orkunum Vesturlandsveginn. Það er ítalska skálinn, myndi ég segja, sem að klikkar seint. Mæli líka bara með svona 10 skipta korti. Það er ógeðslega þægilegt að fara þarna bara beint eftir æfingu og þetta er bara allt fresh, allt clean. Bara algjör bara svona geitin í skyndibætamann. Algjörlega maður. Bara ég er farin að taka eftir því að fleiri farnir að fatta prepparinn. Svo líka fyrir þá sem eru í Nova, sko. Það var að fá svona 2 fyrir Nova díl. Held ég á virkum dögum 4:04 eða eitthvað. Já, nei, er Nova ekki með tilbúið helgar? Er tilbúið helgar? Ég held það, sko. Já. Annarkvort. Ég skoði það ekki. Ég er bara með svona 10 skipta kort. Lifa eins og kongur. Lifa eins og kongur. Ó, þetta er svo gott, sko. Þú veist, blanda þessi saman bara við Níko styrktarþjálfun, borða prepparinn, taka fucking Unbroken og Yngling og klæði sig M-Fitness og fucking geggjör. Það er leiðin. Herru, Topuria á móti Charles Oliveira. Já, ég veit ekki hvort ég lakka til að kviði fyrir, sko. Ég er svona 50-50. Ég elska Charles Oliveira. Veist hann frábær maður. Ilia Topuria er aðeins meiri svona, það er auðveldara að hata hann. Já. Þannig að ég dýrka Topuria, ég var alltaf að elska Oliveira, ég dýrka Topuria, en ég fíl ekki að Topuria sé að róta allir upp á svætarinn mína. Þegar hann er að fara að bæta þriðja við núna. Er hann að fara að bæta þriðja við núna? Ég er eiginlega handviss að Topuria sé að fara að róta Charles Oliveira í annar lóti af því að Óli sagði það. Því Óli sagði? Óli veit ekkert Jú, svona bardagar, þetta er svona típisku bardagar sem bara svona Óli sá þetta fyrir. Ok, fyrir þá sem við ekki vita, þá er Óli einn af stofnendum 50 lóðunar. Má koma því aðeins að. Já, hann kallaði síðast Ilia Topuria fight, hann sagði bara hann rótar Max í annar lóti og það gerðist. Sama kvöld sagði hann að Hamzat myndi subba Robert Whittaker í fyrstu lóti og það gerðist. Já, hann reyndar róta hann í þriðju lóti. Hæ? Hann reyndar Topuria róta Max í þriðju lóti. Var það í þriðju lóti? Óli sagði þriðju lóti, Óli sagði rétt, sko. Já.
Þannig að Óli veit hvað hann er að tala í þessum þessi stóru bardagar, sko. Við pælum svo mikið í öllu að við við erum með þetta svona nokkurn veginn svona oft hjá okkur. Já. En Óli kannski svona meira spá í þessu topp. Hann er einhvern veginn þetta er bardaginn sem Óli sér fyrir, sko. Já, ok. Það er mingill. Ætlar þú bara ekkert að hugsa sjálfstætt og bara fara beint í... Já, Óli sagði þetta og ég bara er sammála. Ok. Það er nú einhverja breytur þarna. Topori er að fara upp í lightweight. Já. Hann verður ekki lengur eitthvað svona featherweight bully, skilur við. Af því að hann bætir oft á sig bara mjög mikil í þyngd. Við erum talað um bara eitthvað 15 kíló sem hann bætir á sig. Hann spáði því að hann verður þyngri heldur en Óli vera á Fight Night. Sætti Topori það? Já. Það var náttúrulega, sko, það segir svolítið til sko advantagein sem hann hefur haft á í featherweight. En náttúrulega Óli Vera var líka featherweight á sínum tíma. Já, lungufærnu. Já. Það var bulla að kötta svona mikið, sko. Já, einmitt. Það þurfti líka hjálp, alla hefur ekki séð myndina þegar hann var að kötta fyrir featherweight. Jú. Og þeir eru allir, bara all liðið hans bara er í hringi kringum hann. Já. Bara allir niður með hausinn, bara eitthvað að gefa hann orku, sko. Já, já. Þetta er bara eitthvað bila veitkött. Einmitt. Þú veist, það var bara 20 gæjar, allir búin að lita sér hárið fyrir hann og þeir eru bara að hjálpast það. Ekkert eðlilega fallegt, sko. Já. Þessi þetta shooterbox í Brasilíu gym, þetta er bara svo fallegt stemning að það, skil. Allir strangtrúaðir og svona, já, vinnulega góði gæjar. Annar vingil, sko, ok, Topori er að fara upp vikt. Einn vingil. Charles Oliveira er 35 ára. Þannig að það er 35 ára kursið. Gæði sem er búinn að vera champion verður ekki aftur champion eftir 35 ára. Hvað er Topori gaman? Hann er hann 30, eða? Já, 28. Já, tvillar hann ungur maður. Þannig að þú veist, Topori er miklu meira að toppa og meðan Charles Oliveira eitthvað sé á niðurleið. Já. Það er svona annar vingil. Já, ég held að þetta verði erfitt fyrir Oliveira, sko. Já, ég er svona hallast að Topori, persónulega. Já. Það er bara svona meira kannski svona make sense, þú veist. Yngri gæi, við erum með 35 ára kursið. Svona, þegar kemur á svona technical striking, þá er ég ekkert viss að Topori sé eitthvað verri strækar. Nei, það er ekkert betri strækar, jafnvel, sko. Og ekkert verri grappli heldur. En Coolbet segir sko 1.25 á móti 4.20 Oliveira. Já. Er það ekki svolítið grimmt samt? Jú, þú veist, ég veit ekki maður. Mér finnst 4.20 svolítið mikið. Já. Það læti mig vilja betta á hann, sko. Já, ég verð með single á Oliveira. Já, klart mál. En hver var það sem að rótaði næstu það var... Hver rótaði næstu í Topori? Það var Jai Herbert. Já. Hann lenti headkick á hann og alveg rockaði hann smá, sko. Já. Og náði hann komið sér tilbaka og kláraði Herbert, var það ekki? Já. Minni mig, alveg sko. En er þetta ekki svona besti andstæðingur sem að Topori hefur mætt í mjög langt tíma? Við getum satt Volkanovski. Max Holloway. Já. En Volkanovski var það var nýbúið rótan. Volkanovski tók bara fett camp. Já. Áður hann mætti Max Holloway. Já. En þú veist, þetta er samt Volkanovski og við sáum Volkanovski daginn, sko. Þú veist... Hann er grjót, sko. Já, og þú veist, hann mætti Max Holloway bara, þú veist, besta útgáðan af Max Holloway. Já. Það ekki? Jú, fyrsti maður sem róta Max Holloway. Já, og þú veist, og Holloway á bara mætti þann fætt bara, þú veist, besta útgáðan af sjálfum sér. Ekkert eitthvað, var ekkert að trufla hann og nýbúin að róta Gaethje og þú veist, var bara á blússandi siglingu. Já. Þannig að, þú veist, ég held að hann geti unni hvert sem er á góðum degi. Ég er svolítið hræddur Oliveira, sko. Já, ég þarf nú að vera sammála. Ég held að þegar að Topori hittir, þá fari Oliveira niður, sko. Hann fari niður? Já, ég held að hann droppa hann allavega, sko. Já. En ég veit ekki hvort hann klára hann í gólfinu svo eða eitthvað þannig. En ég sé fyrir mér allavega hann knockdown, sko. Frá Topori. Þegar hann connectar þessum höggum sínum, sko. Já. Það hendir í svona 4-piece combo og bara síðasti krókurinn bara smell hittir í, held að Oliveira bara hendlið ekki. Oliveira hefur svona alveg sýnt, þú veist, eitthvað durability, þú veist, þannig ekkert getur alveg, hann er alveg með einhverju högu. Já, þú veist, Gaethje sló hann niður. Já. Þú veist, alveg tvisvar held ég. En var ekki með svona glímugetuna í það að fara eftir honum og... Það er líka bara, þú veist, fattur, við erum búin að slá
Oliver niður en hann ekki rotaður, þú veist, þá hann bara stórhættilegur á bakinu líka. Þannig að spurning hvað, ætli Topuria að hleypa honum upp á lappir ef hann slæðir hann niður? Nei, ég finn ekki hann ekki. Ég held að Topuria sé ekki trættu við hann í gólfinu. Nei, kannski ekki. Þannig að segja. En svona, þú veist, það er kannski ekkit sniðugasta lausnin að fara að glíma við Oliveira, sérstaklega að búin að kýla niður og eftir með hann standandi, fattar þú? Akkur ekki bara hleypa hann aftur upp og halda áfram að boksa? Já, en sko... En Oliveira er líka bara geggjaður að boksa. Þú veist, þetta báði gæðarnir eru svo vel rounded, maður er einhvern veginn svona... Já. Ég held að hvorugur sér hrættu við hinn og mikið á neinu sviði og þeir séu bara báður og game, sko. Ég held að vel vera geggjaði fætt. Já. Ég held að það sé svona það helsta, sko. En það var eitt vinkil viðbót við þetta sem að þú eiginlega reyndi mig. Ég er bara að glemma hann. Já, ég var svona bara, ég gott að sko Topuria hvað það væri sko found out, þannig að hann var náttúrulega að vera mikið að fara í podcast og svona og svo deila sinni hugmyndafræði og sérstaklega það svona hann er að ná mönnum mikið af því að fara inn setja ykkur á fléttu, kannski 3-piece combo og beint eftir það taka kannski bara smá pásu eina góða bara eina pásu og koma svo inn með 4-piece combo þannig að þá ertu kannski búin að slá 7 högg með kannski smá andrætti inn á milli þannig að ég er svona veltum við mig hvort að Topuria sé bara að segja of mikið hvort að sé þetta bara hvort að menn sé að stöddi hann of mikið núna og viti hvernig það stoppa það er svona gæti alveg verið, sko eitthvað sem ég hef veltað fyrir mér, sko svona eitthvað sem menn kannski voru ekki búin að pæla í en ef hann segir það upphátt að menn kannski svona, that's how we do it ég meina, þú veist, þeir þurfa bara að finna leið til að taka niður þegar hann æðir svona áfram eins og hann gerir þú veist, og ég held að ef Oliveira geti tekið hann niður þá held ég að hann geti soppað hann, sko ég held að Oliveira geti soppað hvern sem er á góðum degi þannig að þetta snýst svolítið bara það, sko, hvort að Oliveira getur hann bara skotið í takedown, tekið hann niður ef hann getur það, þá er þetta bara þá get ég alveg síðan að vinna þetta en ég held að ef hann neyðist að standa með honum og þá munir Topuria að finna einhverja bombur, sko. Já, hefur einhver tekið Topuria og bara breytt þessu í glímu bara það? Ég veit að Ryan Hall reyndi það Ryan Hall reyndi náttúrulega bara eitthvað að rúli í einhverja fótalása, sko. Já, og Topuria var bara having none of that Já, einmitt en annars mann ég ekki hvort það er engin eitthvað svona reynd að forsa einhverja svaka glíma en þú veist, ég meina, hann mætti náttúrulega Bryce Mitchell sem að gerir það en ég man ekki eftir að það hafi gengið neitt sérstaklega vel Nei hann segir það svolítið svona strækjarar Damon Jackson, Yusuf Salal sem var að mæta þarna áður Já, en sko Charles Oliveira verður sko bæði með lengri faðum og hávaxnari en Topuria þú veist að munar 8 cm á hæð og 13 cm á faðum Já, það er slatti Já, og nákvæmlega þannig að þú veist, ef hann gæti reynda, þú veist, stræka bara við hann í sinni fjallað með sitt advantage í því og þegar að, þú veist, og neitt á Topuria til að overextenda og reynda að grípa þá með einhverjum fellum, þú veist, þegar hann fer að tegja svo mikið, koma sér úr jafnvægi. Þú veist, það er alveg möguleikar. Ég held að þjálfararnir hans Oliveira sé alveg með einhverju hugmyndi hvernig þið geta unnið þetta, sko. Já, hann getur nýtt við fjallaðina og þegar hann kemur inn kannski, þú veist, 1, 2, 3 inn og kemur svo með sinni komboði, kannski búin að loka fjallaðinni að það þarf kannski að sjella upp og bara bakka og resetta eða eitthvað. Það er svona eitthvað sem ég sé fyrir mér, sko. Eða bara klinsjan, bara stíga inn og klinsjan og vera stærri, þú veist. Það er einhverja leiður fyrir hann en svona hjarta mitt segir Topuria allan daginn, sko. Svona veðmála hundurinn ég er mjög hræddur að hann róta hann, sko. Ég er mjög hræddur það. Því Óli sagði það? Nei, ég er alveg búin þú veist, að Óli hafi sagt aðra lóti er bara, já, ok, það gerist í aðra lóti. Ég held það, sko. Ok. Hvað segir íspöndunum við aðra lóti? Er komið hérna? Það er ekki komið, sko. Það kemur alltaf bara nokkuð stöðum aður, sko. Já, ok. Það verður áhverð. Ég held samt að það verður ekki nógu góður stuðull til að maður þori að setja einhver upp á það, sko. Nei, hvað myndir þú vilja í stuðull fyrir aðra lóti, knockout Topuria? Fyrir svona specific, þú veist, þá vil ég fá, þú veist, 12-13 eða eitthvað. Fyrir svona specific lótu. Annars er það ekki þess virði, sko. Tekur maður það ekki bara eitthvað? Þess að maður stundum einhver gæði sem er, þú veist, sem er favorite og er gæði sem er á knockout streak og þú fær kannski bara eitthvað 2.20 fyrir hann by KO, þú veist, það er bara ekki þess virði. Nei, ég skilji.
Nei, það er ekki eins og ég fekk 13 fyrir Bahamontes þriðalóta sem ég veði á síðustu helgi mér finnst það bara, það er flottur stuðull þú verður hár stuðull, en þú veist það er ekkert eitthvað það ólíklegt að Bahamontes vinnir róttöku þriðalóti, fattur þau? Nei, ekki 1.13 kannski Já, við sjáum til við erum þá báðir á Topuria-lestinni Já, annað er ekki hægt maður Nei, kannski ekki en þá kemur við sko tilbæðið sem að þú er búin að býða þetta lengi það er að Kai Kara France fái loksins tækifæri og hann mætir Alexandre Pantoja langar að segja Kai Kara France tæki það en ég veit ekki maður er Pantoja að fara að tapa fyrir einhverjum er einhver flyweight sem að getur strítt honum Mér finnst hann rosalega hvað ég segja, hann er búin að vera rosalega dóminirandi og þú veist, taka allar þessar flævutgöra og já, bara svolítið pakka þeim sko þú veist, en flugviktin er ekkert stekt og hann alltaf mætir þarna síðast Kaya Sakura sem var bara engan veginn vandan á vaksin það er undan Steve Erceg sem var rankað hvað, 11 þegar þeir mætast þannig að það hefur ekki verið eitthvað þú veist, ég myndi að segja að þetta væri svona já Þetta er erfiðara test heldur en síðustu 2 allavega. Já, og þetta er erfiðara test. Á svipuðu levelu Brandon Royval. Ég myndi segja Brandon Royval og Kai Kara France séu alveg neck and neck. Sko. Neck and neck. Ég myndi segja Kai Kara France aðeins betri. Já, mögulega. Og hann tekur beltið split decision á móti Brandon Moreno. Áður en að Brandon Moreno tók pásu. Já. En ég svona, það er gott resume sem hann með, en veist, ég veit ekki með þetta Kaya Sakura dæmi. Gott að halda sig aktífum kannski, en meira pullið samt sko. Ég var erfitt með hann bara það einhvern veginn hef ég á tilfinningunni að ef að Alexander Pantoja vill að það fer hann bara með þetta í glímu og glímir hann alveg í döðlu Ég sé hann alveg vinna 3 lótur bara á því að ná hann niður og halda hann þar smá stund sko. Já, ég þarf alveg að vera sammála En ég held alveg rosalega mikið með Kai Kara France í þessum barða Ok, nógu mikið til að tippa Er hann ekki huge underdog? Ja? Ég veit það ekki Sko, ef hann er alveg huge underdog Þá þú til það? Já, ég myndi alveg guttur það Oliver á hann á parlega Já, það er 3 af Kai Kara France Já Þú veist, hann er gaurinn fyrir mér, þá er hann gaurinn sem er tekubeltið Er hann ekki rankaður með hvað, mástu hvað hann rankaður? 2-3 allir sko. Ég ætla að fletta þessu upp, eldsnögt Hann er nummer 4 Já. En fyrir ofan hann er Amir Al-Basi Amir Al-Basi vann hann minni mig og það var eitthvað robbery Svo hann alltaf bara Brandon 2 fyrir ofan þá líka Já. Þannig að ég held að Kai Kara France sé maðurinn til að gera það Þú veist, hann er komið 3 titilvarnir Já, fuck it maður, ég til í það Ekki? Já, hendur 15 skall á hana 100 eurur Faraði saman við Topuria Já Nei, svo vinnur Oliveira djúvel væri maður bara sold my soul to the devil Já, einmitt sagt the devil's dick þannig Já, for free Shit Já, fucking hræðilegt sko Nei, ég verð með einhver eitthvað skemmtilegt parallel sko. Ég set Joshua Van og Renato Moicano á parallel sko. Það er næstu 2 barðar sem við erum að fara Ok, en ég sé fyrir mér Kai Kara France með lágan base og bara hendur og bara, þú veist, stöffar þessar fellildurunir, heldur þessu standandi Erfitt að gera það í 25 mínútur sko. Já, en minna, þú veist Það bara vinna 3 lótur Það bara ekki vera tekið niður 3 lótur og kýldan Já, hann getur það Já, ég held það og ég held að Kai Kara France er betri boxari heldur en Alexander Pantoja og hann getur alveg verið með svona lágan base og boxað þannig tekið svona smá blaðsig úr bókinans Topuria Það 25 mínútur, hversu oft hefur Kai Kara France fyrir 25 mínútur hann var með main event á móti Al-Basi minnum mig Já, það var ég tippaði á Al-Basi en ég var heppinn þannig ég svona Brandon Moreno og Loki eitthvað tap ég veit ekki hann var alltaf sketsjul til að fara 5 lótur á móti Moreno og það endaði snemma þannig ok, hann hefur einhverja 5 lótu einhverja 5 lótu reynslu en ekki mikla það sem hann alltaf eftir sig fyrir 5 lótur sko. En Pantoja er bara, þú veist, kardio hans er líka vopn það er endalaust, hann getur verið relentless
Þetta er Pantoja sigur, sorry. Já. Ég held að það fær ekki til distance, ég held að Pantoja klára hann. Aha. Já, ef maður fer yfir rekord hans Kai Kara-France, tap ég Brandon Royval, Brandon Moreno klárar hann. Já, ég veit ekki. Byrjaði þú í Kai Kara-France komin yfir Pantoja, ég byrjaði í Pantoja komin yfir Kai Kara-France. Til þau góðir að samfara hvern annan. Já, the old switcheroo. Já, við segjum það. Ég segi Pantoja. Ég segi Kai Kara-France. Fuck it, ég segi Kai Kara-France. Ég held það. Herru, Brandon Royval á móti Joshua Wan. Var ekki Joshua Wan bara að berjast? Það var að berjast bara fyrir 2-3 vikum, sko. Hann rotaði Bruno Silva. Í þriðju lotu. Ég var einmitt með hann á parlay, sko, nokkat í þriðju lotu. Já, vel gert. Þú hefur grætt eitthvað í því? Nei. Og þegar Kevin Holland, ég var með hann líka í þriðju lotu. Ég var með, sko, 3 barda í þriðju lotu, alveg eins og ég vann einu sinni. Einn stærsta bet sem ég vunnið var þannig. Og, en Kevin Holland kláraði sinni í annari, þannig að það fókaðist upp. Ég vil að taka mikið pening á því, við vinnum eitthvað smá bet. Ég er búinn að vera að gera það gott, samt, sko. Ég er búinn að vera að borga vísarengum með veðmálavinningum og ég er búinn að vera að græða alveg bara, Þannig á maður að gera það? Já, ég held að ég er búinn að græða bara einhverja 1000 evrur núna bara síðustu 2 mánuði eitthvað. Alveg slatti, sko. Græddi helling og kolla og græddi á einhverjum íslenskum landsleik, setti 50 evrur með sko 5,6 í stuðli. Já. Það er alls konar dótt að gera, sko. Fyrir mér, sko, ef ég myndi að hætta að tippa fótbolta, þá væri ég að græða svo miklu meira. Það er bara miklu betra að tippa á þessa bolta. Já, ég er sammála. En Joshua Wan á móti Brandon Royval, ég persónulega hef ekki trú á því þegar menn snúið tilbaka svona satt. Ég hef bara svo mikla trú á þessum gæja, sko. Já. En Brandon Royval er samt svo alvöru gæji, sko. Já. Bara gæji sem er búinn að sanna sig, gæji sem er búinn að mæta champion 2-3 jáfnvel, var það ekki? Jú. Var það ekki hann sem mætti ánum 3? Jú, menn hann segir að Kai Kara-France, Brandon Royval. Já, út í það er farið, tapaði fyrir Pantoja. Já, byrjum 2 mútið Pantoja. Pantoja var samt búinn að mæta einhvernum 3. Var það bara Brandon Moreno? Þú veist, hvað, hann berst í 7. júní, þú veist, það er bara fyrir þessu mánuði. Þú veist, getur líka með þetta. Hann tekur ekki annan kamp. Hann er bara, hann 23 eitthvað. Já, hann tekur ekki annan kamp fyrir hann bara það. Er þetta short bonus? Lífið hans er bara kamp. Já, væntanlega. Já, hver átti að vera? Já, þetta meina hvað... Manuel Kape átti að vera. Já, Manuel Kape átti að vera. Já, Kape foot injury. Já. Ok, það er mikið svo eins. En ég finnst að ég veit ekki hvað hann flyttir svo mikið. Nei, sant, ég hugsaði þetta þegar hann tapaði. Ég ætla að fletta sig upp. Hann tapaði hann á móti Charles Johnson, var bara rótaður í 3 lótið með uppercut. Og hann sneri tilbaka nákvæmlega... hann sneri tilbaka 2 mánuðum senna. Já. Eftir að vera rótaður í fyrst skipti. Já. Og var bara geggjaður. Komið tilbaka, þannig að svona þá var ég eitthvað svona efast eftir að drífa það mikið eitthvað bla 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 en síðan þá var hann bara búinn að vinna bara 4 sigur ekki eftir örugglega og geggja knockout í síðasta þessi gæi þú veist, hann er bara með svo mikið baráttu vilja og kraft, ég er svo miklu að trúa á honum sko. Ég myndi halda sko að gott bet til að gera væri eitthvað svona að hann fari yfir ákveði strike count að þessi gæi kýlir ógeðslega mikið og ég held að þetta væri standandi bardagi þannig að ég myndi að væri auðvitað að græða smá fína pening á að setja eitthvað svona yfir ákveðið mörg strikes Já, ég er ekki viss hvort að íspinnin bjóði upp á okkur svolítið. Nei, ég er ekki mikið í svona sjálfur sko. Nei, er þetta HJF's pick á Instagram? Já. Vinnur svolítið með þetta? Mikið af þessum gaurum úti gera þetta sko. Já. Það finnst allt. En ég sitt á Brandon Royval allan daginn. Ég meina hann segir að Brandon Moreno, hann er búinn að skrappa, fór alla leið með Pantoja. Joshua Wan er bara ekki búinn að vera á sama leveli. Finnst mér, hann er ekki búinn að bersta á sama leveli og Brandon Royval. Nei. Og hann er að, þetta er annað barðan hans í þessum mánuði. Það geta short notice, þetta er bara, mér finnst þetta hálfgeitt drugl sko. Já, þegar þú segir þetta svona, þá meikar þetta sens ég þér. Já. En ég bara einhvern veginn hef svo mikið að trúa á svona strák sko. Já, en Brandon Royval er sko underdog. Hann er slight underdog, það er 1.86 og Joshua Wan. Ég skil það líka alveg, Joshua Wan, þú veist, ég elskar það gæja. Það er ekki að gæja, sko. Ég er ekki að segja það, sko. Ég er bara svona að horfa á það svona lógist á pappír, svona eins og vélminni. Það sem þú hatar að ég geri. Þú veist, ég elskar að gera það sem þú hatar. Til dæmis eins og mæti í ræktina. Ég seti þetta á Brandon Royval, allan daginn. Já, ég seti þetta á Wan. Á Wan? Já. Sýnir hvað þú ert vitlaus? Nei, það sýnir bara hvað ég er klár sko.
Já, við spyrjum leikslokum. Það bannað að gera svona trúðaríl af mér ef að þú vinnur. Það sem að ég orðin einhver uppdressaður sem einhver trúður og eitthvað vesinn, sko. Það bannað. Okay. Ég bilast að gera. Nei, ok, ekki alveg. Ég var svolítið dramatískur. Herri, Beneil Dariush á móti Renato Moicano. Þetta er Moicano allan daginn, sko. Ekki Dariush svolítið búinn, eða? Ég veit ekki. Ég held að hann sé gaur sem að vera að passa svo að vann myndi ekki. Þú veist, hann hefur fullt að reynslu á hæsta stigi, sko. Já. Þannig að þetta verður ekkert auðvelt, en hann alltaf svolítið svona negativt momentum hjá Dariush. Mjög svo, hann bara tapað 2. Reyndar móti Charles Oliveira og Arman Tsourukian. Og bara báðir í fyrstu lótu líka. Já. Þannig að svona, ég veit það ekki, en ég meina, þú veist, fyrir það var hann að biluðu rönni, sko, og þetta er góðu gæi, en Moicano er mikið ekki jiu-jitsu, en þú veist, ég sé hann samt ekki eitthvað að taka Dariush niður. Ég er ekki alveg að sjá það gerast. Nei, en Moicano líka bara komið geggjað stræking. Já, einmitt. Hann má eiga það. Moicano tók short notice móti... Já, bara Íslam. Íslam, já. Og sem alltaf endaði ekki vel. Já. Það var kannski smá vill að taka þeim bardaga, sko, en þú veist, auðvitað myndi maður gera það ef maður væri Moicano. Já, hann átti að mæta Dariush. En þeir kom bara, þú veist... Já, þessi bardagi var á því karti. Já, þeir kom bara, Moicano bara klukkutími fyrr. Já. Bara, neina að mæta Íslam. Og hann er bara, fuck yeah, ég skal mæta Íslam. Og Dariush fekk borga show og win money fyrir að þurfi að gera neitt. Já, sem er bara sanngjarnt. Ég hef alveg verið til í það, sko. Já, ég ætla að fara að skjá mig svona á kart og gamla bara á að þetta kansalist. Mér hefur oft langað að vera svona... Maður svo þetta Arnleif og mætti hérna bumbustafnum. Mér er oft langað að vera þannig, svona dós sem maður bara hefur fæði 500 pund, ég er að fara að skuttlaði núna og það var mætið hringin og ég bara, já, ok. Og svo fólda ég bara eftir korter, skiljum. Korter bara eftir, sekúndur. Það vantar einhvern veginn anstæðing fyrir einhver íslenska strákana að þið vilja aðeins svona fóðra, að veist... Fóðra ekkert sitt. Já. Þá, getum við mætti í búrið og gefist þau fyrir þeim. Já, tjóðið til í það maður. Þú sagði aðeins áðan, Dariush sagði verið komin að gegja rönn. Það rönn endaði 2002. Svo tapar hann 2 ár 2003 og hefur ekki barist síðan í desember 2003. Nei. Þannig að þau við þurfum að líka taka einn ringröstið. Þannig að hann hefur bæðið verið klárar 2 ár í fyrsta lótu. Og mæti bara vel ringröstaðar á því. Ekki búin að berjast almennilega sinni í desember. 2023. Já. Það er 1,5 ár. Já, það loður ekki góð. Og Moicano bara, ég veit ekki, mér finnst Moicano lúkka svo fucking flottur á móti Sendini. Já, hann barði Sendinís. Hann bara, já, Sendini var þá reyndar eitthvað svona, var búin að vera með eitthvað staff og eitthvað vesinn, sko. Já, hann var alltaf bara að læra að styrsta. Nei, það var á móti Það var móti Poirier. Já. Þannig að hann hefur bara komið þarna flottur inn á móti Moicano. Já, við minnum það. Já. En það var endur eitthvað ljótt, eitthvað, lokast eitthvað fyrir augað á hann. Já. En það var bara þegar strækingast Moicano var bara orðið mjög flott. Já, og þegar hann kom með hann í gólfi, það var með svo fullkomna stjórn á honum, sko. Ég held að þetta sé Moicano allan daginn. Og hann fór gegn Íslam, endaði ekki vel. Nei. Ísland, en sko það var alltaf bara... Bara byrjaði ekki vel heldur, sko, það var bara gekk ekki vel yfir höfuð. Já. Bara Íslam, hann var bara Íslam. Já. Sko, ég ætla aðeins að kíkja inn á kúlubæðið. Sjá, Þennan fætt, sko, Moicano er 1,87. 1,85? Moicano allan daginn? Já, það ekki? Jú, algjörlega, hann fyrir á mitt palli eins og ég sagði. Mitt palli verður Moicano, Van og ég veit ekki alveg hvað. Mér gaman að setja 3 saman, sko. Já, allt er þröndir. Sko, ég hef trú á Hætir Amíl. Hann er 2,45. Ég þekki samt gæðin hann að hósi til gata og ekki nógu vel. Maður er það sem skoða betur á hann að fara að betta á það, sko. Já. En já, ég var með að setja Robocop líka á mitt palli, sko. Hann er 1,54 á móti Jack Hermansson. Robocop, já. En ég veit ekki, mér finnst Robocop bara, ég veit ekki, þangarlega hann gasaði út á móti Kannunir, þá leit hann svo vel út þar, sko. Ég held að hann var að fara að klára Kannunir, sko. Ég held að það er kannski margir. En með meitbarta eftir, á meingartinu, það er Peyton Talbot á móti, Filipe Lima. Þetta er svo spennandi bardaði, sko. Ég þekki þess að stráka rosa lítið. Sko, Peyton Talbot, ég er búin að vera mjög hrifinn á honum, og Filipe Lima, þú veist, hann kom inn í UFC og vann þinn Naimov og svo vann hann Miles Jones síðast. Ég mitt horfði bara á barndagana sem átti Miles Jones áðan, þú veist, hann er bara með hann í alls grón vandræðum í fyrstu lótu
og þú veist, hann bara sjúklega smooth striker og setur allt í höggin sín, sko. Þannig ég bara ógeðslega spennt yfir báðum þessum gaurum, sko. Kemur óvart að Filipe Lima sé favorite, sko. Já. En ég myndi halda að, þú veist, ég haldi að þetta væri bara svona nokkurn veginn 50-50, kannski Peyton Talbot aðeins meiri favorite af því að hann hefur svona kannski sannað sig meira. Já. En hann er náttúrulega komin á loss hann daginn. Já. En þetta verður svakalega barndagi. Þetta er fyrsti barndaginn á mingarni, eða ekki? Jú. Þetta er góðu barndagi til að kickstarta. Popular votin segja sko 70% Lima, 30% Talbot. Er mjög margir sem spá því að Talbot, sko 53% af þeir sem segja Talbot, segja að Talbot muni rota Lima. Já. Svona, þetta er bara svona popular votin. Ég er svona, já. Sko Lima er meira fyrir að vinna á decision og Peyton er meira fyrir að rota menn, sko. Þannig að það er alveg, það er fair. Mér finnst þetta sko 9-1 rekord versus 14-1 rekord, sko. Þá myndi ég eiginlega að fara með 14-1 gæðunum, bara fyrir reynslu og já. Filipe Lima, hann er brassi en hann æfir í Svíþjóð. Hann æfir í All Stars með Gustafsson og þeim, sko. Já. Jaha. Og Kamsat þá? Já. Ég held að Kamsat sé samt voða lítið þar núna eða nokkuð. Er hann ekki bara einhvers þar í Tjetjeni? Já, ég veit ekki. Já. Er hann ekki bara eitthvað í Dubai eða Katar eða eitthvað? Jú. Komin í eitthvað springi í bunkeri núna? Shit. Hvað er að gerast í heiminum, sko? Já, þetta er svo, ég elska samt sko öll rílin sem koma eitthvað svona loksins komið með Summer Body í Ísrael á sama tíma, bara senda raketur. Bara djúðli, alltaf verið rugl. Þetta er meira dæmi. En ég ætla aðeins að renna yfir ansækjana hans, Filipe Lima. Hann er alltaf bara með sko 2 anstæðinga. Miles Jones, já, alltaf Muhammad Naimov, það er bara... Þetta eru 2 góði sigrar, sko, fyrir fyrstu 2 UFC-barðana er þetta fucking erfiðir opponent, sko. Já, Nick Aguirre, Cameron Simon og Giannis Simur, já, þetta eru góðir anstæðingar sem að Talbot hefur verið að sigra. Já. Þá hann hafi, tapað fyrir Raoni Barcelo, síðan þetta ekki hann ekki. Ekki með það. Þannig að þetta er bara, ég feita hana bara það. Ég veit ekkert ég vil ekki segja til neitt. Þetta er, sko, fyrir mér er þetta bara sem mest spennandi barndaginn á gardinu, sko. Þetta er náttúrulega mjög spennandi gaurar, sko. Ja. En ég myndi ekki segja að þetta verði meira spennandi heldur en main eventið. Semi, sko. Nei, ég segi svona. Þetta er bara svona 2 svo ógeðslega mikli svona one to watch gæjar, sko. Já. Þannig að það verður, ég er ógeðslega spenntið fyrir þessu. Ok. Það er svona casual þess að þú kannski kunni ekki með. Casual þess að ég, þetta er low blow. Ég bara tjóð. Já, mig grunar það. Bara, ég ætla að feita hana bara en eitthvað það hjarta mitt segir Talbot. Já, mitt líka. En ég held að sko... En Lima er skeri, sko. Já, ég hugsa sko að sem að betting man þá lítið þetta út sem Brandon Royval og Renato Moicano saman sem duo. Og mögulega Viviane Araújo móti Tracy Cortez. Ég hef ekki miklu að trúa á Tracy Cortez. Hún er svona favorite, sko. Og svo sko Cedriques Dumas komst á the card. Já. Eftir að hafa verið sko handtekinn sko 27. skipti. Já. Bara þeirra á árinu held ég. Og hann er að mæta einhvern svaka 6-0 gæja sem hefur klárað alla barndana sinni í fyrstu lóti. Já. Og sko, og meiri hlutin af amatörferðlunum er líka bara finishes í fyrstu lóti, sko. Já. En allir pro-fightarnir hafa endað í fyrstu lóti og þetta er meira og minna allt í LFA sem er fucking sterkt deild. Þannig að þú veist, þetta er einhver alveg fucking gæji, sko. Já, 1.74 á hann versus 2.15 á Dumas. Sko Dumas hann var spennandi. Hann leit ekki vel út seinast. Leit ekki vel út seinast og hann er bara búin að vera bara í ruglinu. Hann var bara að klára eitthvað mál fyrir rétti og eitthvað. Hann tekur hann bara með mjög stundi fyrirvara, eða ekki? Jú. Ok, ég sé það ekki á Tapology, en það er bara nýbúið að staðfesta hann bara. Já. Þannig að þú veist, ég held að Cedric Dumas sé að taka sjálfsnóðursparta örugglega bara þegar hún vantar pening. Já, fyrir málskostnaði. Fyrir málskostnaði og eitthvað. Ég held að þetta sé full... Og bara svona drífa sig að vinna og hún þarf að fara í steinin eða eitthvað. Já, ég held að þetta er bara eitthvað money grab fyrir Dumas. Ég ætla að fylgjast aðeins með þessum ég ætla aðeins að fara og skoða þetta betur. Já. Þennan bara það. Já, einmitt. Ég ætla líka aðeins að skoða smá teipa á hann Jackson McWay. Já. Því að hann lúkar á pappirinn sem einhver killer, sko. Einmitt. Þannig að, og líka, ég veit ekki, ég fíl ekki Dumas, það er eitthvað við hann. Ég hef alltaf verið bara eitthvað svona fuck that guy, sko. Já, ég meina það. Hann lítur út eins og mumble rapper.
Já. En já, ég var til, ég ætla að skoða McVay á skoða eitthvað smá teipa á honum ef hann lúkar jafnvel og hann lúkar á pappíra og alltaf kannski henda honum á henda eitthvað á lán. Ok, ég fíla það. Svo Jonathan Dignis misti anstæðingin sinn sem var Justin Tafa hefði verið svaka fætt en hann fær einhvern 7-0 gæja sem að lúka myndina á honum lúka hann eins og sé alveg fucking nautar á því sko nákvæmlega fucking búmt en hann debjúa í UFC en var í LFA og með 5-0 rekord í LFA þú veist, þetta eru 2 gaurar 2 ósýraðir LFA gæjar að koma hérna þannig að verður áhugavert að sjá þetta sko Jonathan Dignis allan daginn já, veist, við þekkjum hinn gæning nú getur ekki gert sem mistök og ég gerði með Kó Jó, short notice anstæðingur já, það var Kó líka já, hefur aldrei barast í UFC áður debjúar og mætir heiminsmeistari í kickboxing það segja Kó aftur það er að voga eftir að segja Kó aftur nei þannig að Jonathan Dignis hann minn maður hérna sko Nico Price er mestu underdog á kartinu með 11 stuður já, þessi Jacoby Smith hann leit vel út hann í fyrsta barnaðan sínum ég man ekki alveg, já, Preston Parsons hann rótaði hann fyrst lúti já, maður var alveg bara, wow þetta er einhver gæði, sko já, ég samt örugglega að fara að slamma hann á single, sko ætla að setja Nico Price á single já, Nico Price leit líka vel út seinast ég man ekki hver það var sem hann vann en hann lúkkaði vel en bara Nico Price getur gert helling, sko. Hann tapaði á móti Tempo Rimbo síðast já, vann ég var að tala Alex Morono bara þannig frekar já, það var á það var langt síðan í júni en það spurning að hann geti svona fundið eitthvað leið eitthvað svona í reynslubankunum þannig svona, herðu velkomin í UFC ég er búin að bæra 16 sinnum í UFC ekki þú, þú er búin að geta einu sinni þú veist, hérna er leiðin til að vinna einhvern rookie já, ég segi samt Jacoby Smith by KO, sko ok, það er bara spennandi en þannig sé ég þetta svona ég sé þetta fara svona en sko, Jacoby Smith ef þú sko ferðina, sko, þetta er allt bara round 1 KO, sko og bara, þú veist hvað þannig að gera 1 mínúta, 18 sekundur 1 mínúta hvernig þannig að það líti út ef það fer í glímu inn í aðralóti, inn í miðja aðralóti það er spurning þetta eru svona gaurar sem að biðja að misti þér en þú veist, þú talar glímu þú veist, þessi gæi kemur Oklahoma State University, sko, hann ekkert fucking around í glímunni, sko já, Oklahoma State University hvað, er þetta eitthvað bókanar þetta? já, kannski ég hann er frá Oklahoma State wrestler einhver, þú veist og sem róta gæja, þetta verður erfið barndæði fyrir Nico Price, sko já, alveg pottið, en það er hann super undokk, hann er 11 þú sér ekki 11? já, það er 11 stuður á Nico Price það er single á það, maður já, þessu 30 undir og fær 300 sæti tilbaka ég er að hamra þetta, sko já, mér er eiginlega saman parið upp með einhverjum 2 þægilegum og þú mátt gera það, skilju, en ég tek þetta sem single, sko þú þarf að fara að læra tippa bíkinn já, það er alveg nóg þegar það er 11, sko, ég veit það já, þannig að læra tippa, ég er búin að græða fucking mikið pening á þessu loksins mér finnst bara gaman stundum að betta á longshot já, það er gaman og þú veist, þau lenda yfirleitt ekki en þegar þau lenda þá er kátt í koti já, það er ég þurfti að býta svo mikið í tungunum mínu þannig, sko kátt í koti má það vera herru, ég er bara að segja þetta bara gott í bili við þetta er á umulum tíma þetta er kart main event er að byrja svona 2 þetta er bara venjulegt Vegas kart já, ég er samt að vera að vaka, sko þetta er að vaka? já, ég segi alltaf eitthvað svona nei, ég get nú ekki vakað, ég er svo gamall og eitthvað en svona kart ég enda alltaf að vaka já ég er alltaf svona, hvað ég er svona horfa nokkra að sjá til hvernig mér líður hversu lengi endist svo bara enda maður að bara fuck líka 6 morgun og ég skrifa einhverja greinar já, þetta endur alltaf þannig, sko maður horfa bara þannig að maður fæ blóð í tenninar svo kikkar veðmálagæðin inn, sko og þá byrjum maður að tippa og það er bara of gaman já, parleiði lifandi, ég get ekki verið að svo parleiði lifandi, svo er ekkert eðlilega gaman að fá, sko, svona síðustu upplýsingarnar hvernig eitt fætir, maður svona já, ég var ekki bara að faktura þetta inn, hefur þetta áhrif og svo heldur maður að fá að tippa eitthvað það er svo fucking gaman, maður, ég elska að tippa
live. Já, ég veit það ógeðslega gaman. Herru, segjum við gott í bili. Ég þakka öllum fyrir að hlusta. Við sjáum svo eftir bara eftir viku. Já. Við þurfum að gera uppbytunum þátt fyrir Kate Steele. Já, maður. Það er náttúrulega bara stærsta íslenska MMA-kvöld bara frá upphafi núna á 5. júlí. Já. Við erum með 3 pro-fightera og 2 amateur-fightera. Ég man ekki eftir því að við höfum verið með fleiri pro-fighters heldur en amateur-fighters. Nákvæmlega. Þannig að sko við Íslandingarnir við eigum bara maincardið. Já, nákvæmlega. 4 af 5 aðalborðunum eru Reykjavík MMA-bardagar. Já. Það er ótrúlegt. Á maincardinu. Já. Það verður Það er gaman, maður. Þetta verður Ég vil ekki að fara út, maður. Já, þetta verður ekki Bara hvetja hlustendur að bara kíkja með á svona kvöld. Það kostar ekki það mikið pening að skella sér til Donkast. Nei. Þú veist. Þetta er flutið Já. getur chillaði mannster, takkið svo bara rútuna yfir. Já. Það er oft bara hóparúta. Hægt að fljóta með liðinu, hóparútu yfir til Donkastir, taka sjóið. Það eru að vera 40 Íslendingar í salnum, allavega. Þetta er fucking party. Bara go nuts. Stundu vildi ég geti bara, veist, ekki verið blaðamaður og mætt bara sem aðdáandi í eitt skipti. Já. Og verið bara að fá mig bjór þarna frammi og bara, veist, bara chilla og njóta og þannig. Tjanta og eitthvað. Einn daginn, maður, þá ferð þú í vinnuferð og ég fer bara í frí. Ferð ég í vinnuferð? Já. Þú ætlaði að henda mér ykkur að vinnuferðir. Það er ekki. Ef við ekki skellum út til París líka, það er UFC í París. Já, svona Gunni í New Orleans, við erum að fara að skoða þetta. Já, ef það verður New Orleans. Hvað segir ég? Ef það verður New Orleans. Já, það verður ekki bara World War 3 og eitthvað. Nei, það er eitthvað að sögja sagnur að það verður að fresta barðanum. Nú? UFC vill færa það til, yfir í Abu Dhabi. Já, ok. Það er rumored. Já, ok. Ég var ekki búin að heyra það, maður. Nei, heyrðu það fyrst hér. Já, einmitt. Þannig virkar þetta. Það er svo gott að hlusta að finna lóðuna, sko. Já. Það fer ekkert fram hjá mér. Það með allt skúpið. Já. Það er bara vissir barðana sem eru að bjóða að kolla. Já. Holy, þú myndir missa buksunar. Já, ok. Það er mikið þannig, sko, að þú barðageimið er svona eins og YouTube-geimið, skilju, það er ekkert þangað til þú bara færð allt. Og það er kollinu. Við ætlum að slökka á þessu upptöku svo þú getur sagt mér hvað er að fæta. Já, segjum það. Herru, við sjáumst eftir viku. Já. Og þá gerum við upp kartið og hittum þessu upp fyrir Kate Steele og höldum bara barðaðlistan í gangi þetta. Það er ógeðslega gaman að vera barðaðaðnandi á Íslandi í dag. Það er geggjað. Það er fucking geðveikt. Takk fyrir að hlusta.